Sæll og blessaða Jón Óttar Ólafsson, fyrirrandi rannsóknarlögreglumaður, velkomin til mín. Takk. Við vorum hér að spjalla saman síðast í, var ekki maíbyrjun? Jú, mér minni það. Og það vakti mikla athygli í það viðtal, enda þú komst til mín þegar að Kastljósið það verið að fjalla PPP, Já. rannsóknarfyrirtæki ykkar Guðmunds Hauks. Já. Og síðan þá hefur ýmislegt gerst. Það er að segja að bæði þá var hafin opinber rannsókn á þessum leka sem að þarna var til umfjöllunar. En eins og þú lýstir auðvitað í þessu viðtali hér hjá okkur að og þið voru opnir með það á sínum tíma þegar þetta var rannsaka árið 2012 að starfsættindir sem að þið voru sakaðir að vera fremja lögbrot með voru raun og veru viðtekin venja í embætti sérstaks saksóknara. Já. Og þess vegna var málið á endanum látið niður falla, ekkert varð úr þessari ákæru á ykkur og svo framvegis, en það var einhvern veginn aldrei skýrt nánar hvers vegna það var og í raun og veru eins og þú hefur verið að segja mér að þá fekk Sigríður Friðjónsdóttir, þá ríkissaksóknari og nú ríkissaksóknari í dag, upplýsingar á þessum tíma að vinnubrögð sérstaks saksóknara hefði verið ekki eftir bókinni, en gerir ekkert með það. Já. Og síðan hafa verið ég tók viðtal við Þorvald Lúðvík Sigurjónsson bankamann sem að fór í gegnum allt þetta kerfi og talaði ósangjarna málsmeðferð og eins hann landsbankamaðurinn Steinþór Gunnarsson kom fram í viðtölum líka og lýsti sínu máli, hann var náttúrulega sýknaður á endanum en hafði verið dæmdur og margir sem hafa verið að tala ófaglega vinnubrögð sérstaks saksóknara, ekki eftir bókinni, réttlátt málsmeðferð kastað til fyrir róða. Nú ætlum við að fara eins yfir af því að þú ert búin að kafa betur í gögnin heldur en þegar þú varst hérna með síðast. Byrjaðu að segja mér kannski bara hvað er búið að gerast síðan að við vorum að spjalla varandi. Er önnur sakamálarannsókn í gangi á hendur þér eða hvernig er staðan á þessu? Já, ég er sakborningur í rannsókn lögreglunnar á Suðurlandi og það er ekki nákvæmt að segja að ég sé að kafa hún í aftur og hún í sömu gögn Málið er að í raun og veru í þessari viðleitni minni til þess að verja mig á Selfossi þá hef ég núna bara nýlega komist að lokum í gögn sem að í raun og veru sanna það sem að ég og Gummi svo sem sögðum en vorum aldrei með neitt í höndunum Þetta voru alltaf bara við sögðum henni allt og svo þegar maður skoðaði samantekta skýrslur yfir yfirheyrslurnar sem að við vorum frá 2012 þá kom það ekkit fram í þeim Já, það var sem bara sleppt úr í samantekta skýrslunum að þar er ákveðið bara að sleppa því sem að þið sögðu voru opnir með hvernig starfað var hjá sérstökum saksóknara. Já. Og það gat ég bara aldrei sannað fyrir bara núna en núna sem betur fyrir ég komið gögn óvéfengjanleg gögn sem að bara geta sýnt fram á það að Sigríður Friðjónsdóttir hún gerir sér bara strax sumarið 2012 grein fyrir því að Ólafur Þór Hauksson og ég og Gummi og aðrir innan embættisins erum bara ekki starfa samkvæmt réttum reglum og það er bara eitthvað sem að hún bara felur og kerfið í raun og veru bara búið að fela í öll þessi ár. Hún kýs að gera ekkert með þær upplýsingar sem koma úr þeirri rannsókn og í raun og veru bara sópar því undir teppi. Já, þó ótrúlegt sé þá bara er það þannig og en ég er svo sem búin að segja svona hluti áður en það trúi mann náttúrulega aldrei neitt en nú er ég allavega að koma með gögn sína það. Þú varst búin að sína mér að í skýrslunum að þar er bara kannski sett bara ein málsgrein þar sem segir Guðmundur Haukur lýsir hvernig starfað var hjá sérstökum saksóknara og það eru bara kannski 20-30 mínútur sem er sleppt út og bara sett ein málsgrein þarna inn. Já, það er nú bara í bestu tilvikunum því að megnið af þessu er nú bara það er bara ekkert minnst á það sem að kemur fram í þessum yfirheyrslum. Og það sem er náttúrulega líka erfiðast kannski fyrir kerfið að horfast í augu við að eftir að við segjum þetta bendum þeim á í raun og veru hvernig mögulegt er að rannsaka þetta sem er náttúrulega bara með því að skoða tölvupósta starfsmanna þá er ekkert gert.
Já, það er upplýsingar sem þið komið með fram hana 2012, því er ekki fyllt eftir með því að til dæmis að yfirheyra þá aðila sem að getur verið vitni eða getur staðfesta sem þið sögðuð og svo framvegist það er bara haldið þessar höndum. Við bendum á ákveðin atriði varandi til saksóknara hjá þeim, hjá sérstökum. Svo þegar þessi sami saksóknar er yfirheyrður af Sigri sjálfri nokkru vikum setna, það var ekki ein spurning þetta. Ekki ein. Sem að bendi til svona markvissar eða svona það er yfirhylming af ásettur á því. Já, ég vil meina það og kannski þegar við förum yfir í raun og veru söguna hvað gerist þarna og núna hvað maður kom með að þarna og það er sett í samhengi við til dæmis bara hvað gerist í Erlendis í Bretlandi hjá Sirius Front Office það sem að menn voru bara reknir fyrir nákvæmlega sömu hluti en það gerist ekki hér sko. Og við höfum eitthvað að heyra þetta betur og þú hefur náttúrulega sagt mér frá þessu áður að það var samvinna, bara viðtekin venja að sérstakur saksóknari vann með enga aðilum og lét slitastjórnir til dæmis og sem sagt lögmenn stefnanda í bankarhundsmálum fá bara gögn og svo framvegis. En það sem hefur gerst í millitíðin er að þú kemst í þessar upptökur á þessum yfirheyslum og heyrir ykkar lýsingar sem hafi verið sleppt út úr sem að ég var að megninu tilbúin að gleyma náttúrulega því þetta eru 13 ár síðan sko. Ég myndi ekkit nákvæmlega hvað við höfum sagt sko. og svo sem kannski eðlega en við erum svo sem líka að ég er búin að vera að segja eitthvað svipað síðustu árin en þessu er alltaf bara sópað undir teppið og þetta er bara Jón og hann er bara að ljúga hann er bara einhvern veginn að réttlæta sig en eins og við heyrum á eftir þá er það bara ekki rétt sko. Já, við ætlum að heyra þessar upptökur seinna í þættinum en það er raun og veru sína eins og ég segði aftur að Sigríður Friðjónsdóttir hafi haft upplýsingar sem að henni bar skylda í raun og veru að gera eitthvað með rannsaka nánar en gerir ekki ef að það reynist rétt og satt hvað segir það stöðu Sigríðar Friðjónsdóttir ríkissaksóknara í dag? Sko, ég get náttúrulega ekki sagt það, sko, ég er hvorki dómari eða neitt í hennar máli eða ég er bara að varpa ljósi á hvað gerðist, hvaða upplýsingar voru tiltækar hjá yfirmönnum réttarvörslukerfisins á Íslandi á þessum tíma og hvernig þeir brugðust við. Það verður náttúrulega bara að hafa það í huga að hún er náttúrulega hennar fyrsta og frumskylda er náttúrulega gagnvart borgurum þessa lands. Það er ekki hennar skylda að halda hlífiskyldi yfir Ólafi Þór Haugsyni sko. Það er ekki hennar skylda. Ok, eins og sé, við munum heyra þessar upptökur eftir en förum kannski bara yfir alla heilu söguna ef ég má biðja þau að rekja þetta bara eins og fyrir barni sem hefur aldrei heyrt það áður. Já, sko það sem að frá 2012 viltu heyra örstutt varandi Selfoss rannsóknina. Hvað finnst þér svona eðlilegast að hvernig ástilla þessu upp? Ekki bara byrja á byrjunni bara. Byrjum bara á byrjunni. Byrjum bara á byrjunni og förum alveg 1,5 áratug eftir í tíman. Og sko ég er eins og hefur nú svo sem komið fram áður, ég er einn af svona fyrstu 10 starfsmönnum sérstakssaksóknara 2009. Ég er byrjaður að vinna í júní 2009 og að því þá vorum við í Borgartúni 7 og þar var bara ekki mikið pláss þannig að ég var bara ég bara deildi skrifstofu með Ólafi Þór Haugsyni og þarna er hann búinn að vera sérstakur saksóknari í nokkra vikur og það verður líka að hafa það í huga að þarna er hann í fyrsta skipti að taka við svona stóra embætti hann er svona, bara maður segir bara á íslensku, hann er bara reynslulaus. Já, hann er raunar ekki reynslu af svona rannsóknum, hann hefði verið eitthvað sýslumaður hann var sýslumaður út á landi og hafi verið í raun og veru einu umsækjandinn og það sem að maður sér strax sumarið 2009 er að það er hann fer bara fljótlega að sko dragast inn í
eitthvað svona maður heyrir að ráðuneytin að hringi í hann og það bara eitthvað mikið að þarna í byrjun sko og það sem að kom mér óvart og fyrst sko, það var að ég ekki búin að vera að vinna þannig í nokkra vikur þegar að okkur bara sagt að við sem að fara í húsleit hjá Sjóvá og Mælstón og þarna voru við búin að vera að skoða gögn málsins eftir að komið frá fjármálaeftirlitinu bara í nokkra vikur og við skildum ekki alveg sko, er þetta ekki svolítið snemmt sko, við erum ekki búin að ná utan málið vitum ekki alveg hvað í gangi en nei, Ólafur Þór sagði bara að það búið ákveða það verið farið húslit í byrjun júlí. Raun og veru án þess að þið séu komið með svona hugmynd ákveðin brot svona, og það sem þarf til þess að fara í húsleitir. Sko við vorum með einhverja hugmyndir og vorum byrjar að skoða en það sem að kom okkur á óvart var bara að það var eins og ákvörðin hefði verið tekin bara eitthvað annar staðar. Ekki inn í rannsóknarhópnum og það svona á þeim tíma fannst manni það svolítið skrítið en svo á endanum þá náttúrulega komst við að því hvað var í raun og veru að gerast en svona til þess að frásögnin sé ekki fram og tilbaka þá segi bara það að þarna sumarið 2009 þá slitastjórn Glitnis búin að taka yfir Sjóvá og eiginlega það fyrsta sem hún kemst að að í febrúar 2008 þá hafði þessi frægi Macau turn verið seldur frá Sjóvá inn í félag sem heitir Vafningur. Það eru margir búin ég ger alveg ráð fyrir því að margir séu konum með leið á umræðu þennan Vafningan, ég ætla að hafa þetta stutt en sko það sem að gerist við þá sölu 2008 að það setur í raun og veru efnahag tryggingafélagsins algjörlega á hvolf af því að það býr í raun og veru til tjónshættu upp á í kringum 100 milljón bandaríkjadali og þetta bara kerfið að fatta sumarið 2009 og sko það þarf einhvern veginn að bregðast við af því að það eru bara ekki til 100 milljón dollarar á Íslandi sumarið 2009 og það sem gert í raun og veru að það bara svona samvinna milli ráðuneytis, sérstakur saksóknari, slitastjórn Glitnis og þetta bara leyst með þeim hætti að það eru bara menn sendir til Hong Kong og þeir í raun og veru bara plata kínversku mótaðilana og selja þeim turn aftur, jafnvel þó að Sjóvá eigi ekki turni sko. Hverjir senda menn í þessa Slitastjórn Glitnis sendir fólk til þess að fara og selja turnin aftur. Já, og með í þessum ráðum ráðuneytið eins og til þess bara fjármálrándið og aðrir, af því að þetta náttúrulega bara mjög mikið vandamál fyrir kerfið í heild á Íslandi og sérstakur saksóknari og endanum þegar við föttum hvað þetta var, þá náttúrulega skiljum við núna að af hverju við vorum sendir í húsleit þarna í júlí 2009 að það var bara út af þessu og þetta ekkert eitthvað sem að við getum ekki sanna sko. Nei, hvað áttu þið þá að finna í húsleitinni? Það var bara að vera að tryggja bara hluti, samninga og annað sem að voru frá 2006 og 2008 og þetta til dæmis bara í fundagerðum Sjóvá frá 2009 sem að við á endanum fundum svo aldrei sko. Það voru bara látna hverfa sko. En býtið sem sagt, þá eru lögreglumenn sendir í húsleit ekki til þess að raun og veru rannsaka brot, heldur til þess að svona eiginlega tryggja ástand og sönnunargögn kannski sem megi ekki komið í dagsins ljós. Nei, og við föttum það náttúrulega seinna, ég og Gummi sko. En á þessum tíma 2009 þá þessi samvinna kerfisins byrjuð strax bara nokkrum vikum eftir að sérstakur settur á laggirnar sko. Og þó kannski menn fatt ekki af hverju ég að segja eitthvað svona sögur, þarna í raun og veru sko þessi fyrstu samskipti allra þessar aðila og þeir vinna síðan bara saman eftir það sem óeðlilegt af því að þetta hefur verið sjálfstæðar stofnanir og sérstaklega til þess gagnvart borgurum eða sakborningum þá aldrei eðlilegt að
að stofnanir geti unnið sem einn maður gegn þeim. Það er ástæða fyrir að við dreifum valdi. Já, stofnanir með mismunandi heimildi til að ná í gögn og það er svona búið að skipta upp valdheimildum og verklægi í raun og veru á milli, þannig að kerfi sé ekki svona eiginlega sem ein heild á móti þér, sko. En til þess að gera svona kannski langa sögu stutta og það sem ég var að segja núna, það getur hver sem séð þetta bara með sínum eigin augum með því að googla bara Macau, sölu, sjóvó og horfa bara á fréttina sem að poppa upp að þessi turn seldu tvisvar, sko. Þetta er bara online, sko. En þarna í raun og veru þetta samstarf. En býtu, ef þessi turn seldu tvisvar, er það þá ekki einhvers konar bara fjársvik að mál í raun og veru? Ef ég myndi selja eitthvað tvisvar sem það er þá er ég bara auðgunarbrot. Jó, ég kem að því eftir smá stund þegar það nefnilega var svolítið lykilatriði, sko. Okay. Og það sem en þarna er þess búið að svona bræða saman aðila í kerfinu og þetta heldur bara strax áfram haustið 2009 og alveg inn á 2010 þá er gríðarlegt samstarf milli sérstakssaksóknara, FME og skiptastjóra, til dæmis skiptastjóra Mælstól. Það sem og það var nú það sem eins og til dæmis þessi rannsókn sýndi 2012 að hún varpaði pínlitlu ljósi á það en ekki nægilega eins og alls ekki því sem að ég er að segja hérna í dag, sko. Og þannig að það sem að við gerum síðan bara, ég og Gummi og erum að vinna sem löggur hjá sérstökum saksóknara, að eins og ég hef svo sem sagt áður, ég sagði nú þessa sögu síðast þegar ég var og þannig að við skulum ekki hafa hana of langa, að þá þegar að slitastjórnin ætlar síðan að fara í alþjóðlegar aðgerðir gagnvart Jóni Ásgeiri, Pálma Haralds og fleirum að þá er hringt í okkur Gumma í maí 2010 og við erum boðaðir niður eftir alveg eins og maður svo sem kannski sagt frá áður og þar er okkur gert ljóst að það sé bara búið að ákveða að það er að fara í sakamálarannsókn að því að slitastjórnin er að fara í þetta engamál í New York og að það sé búið að ákveða að það er að hlusta alla þessa aðila. Já. Og við náttúrulega sögðum þeim að við getum ekki gert þetta á svona stundum tíma. Við vorum bara það var hringt í okkur á laugardegi. Þetta átti bara að fara í gang á mánudeginum. Átti að birta þeim stefnu á mánudeginum í New York. Já. Og þeir vildu sem sagt að þið myndu hlera viðbröð þeirra þegar þeir fengu stefnunar. Og verðið með símana tilbúin að hlusta sem er mjög óeðaleg. Það er náttúrulega algjörlega galið, sko. Og eins og við sjáum hérna á eftir að Sigríður Fríðjóns ríkissaksóknari, hún skilur ekki alveg hvernig þetta er hægt, sko. En við erum sem sagt bara beðnir að gera þetta og segjum að þetta er ekki hægt, þannig að þessum aðgerðum er frestað og Hólmsteinn Gauti Sigurðsson, saksóknari, hann skrifar kröfugerð til héraðsdóms, þar sem að hann fer fram á það að fá að hlusta síma þessa fólks. Það sem að Hólmsteinn gerir nú hins vegar ekki í kröfunni er að hann segir dómaranum ekkit að þetta sé bara byggt á vinnu slitastjórnarinnar og það sé engin sakamálarannsókn byrjuð að búin. Sem að er frumforsenda fyrir því að fá svona símahlérun að það sé lögreglan sé búin að vera að rannsaka en þetta var bara byggt á gögnum slitastjórnar gegn Glitni í New York á þessum aðilum. Já. Og þessa starrið hafa menn reynt að forðast í meira en 1,5 áratug. Og enginn sjálfu sér hvorki Sigríður eða Ólafur eða slitastjórnin eða Grímur Grímsson eða einn annar en ég sagt þessu sögu. Og þetta atriði raun og veru er alveg svona sambarlegt við það sem að þegar að Sirius Fraud Office í Englandi fekk mikinn skell eða hvað? Jú, það er bara nákvæmlega eins. Samvinna gegn meintum brotamönnum eða sakborningum. Já, það er nefnilega nákvæmlega það sem að
gerist að þessi samvinna sérstaks hans Ólafs Þórs var ekkit bara við slitastjórn Glitnis, hún var líka við slitastjórn Kaupþings og þegar að slitastjórn Kaupþings fær svona rannsóknarfélag eða endurskoðunarskrifstofu sem er svona skástrík rannsóknaraðili í London til þess að rannsaka mála hendur Cengiz bræðrum 2010 þá tekur Ólafur Þór Hauksson þátt í aðgerðum í London eins og í mars 2011 með Sirius Front Office en ástæðan fyrir því að Sirius Front Office fór í þær aðgerðir var einföld og hún er svo að þegar að þessi rannsakarar í London voru á fundum með breskulöggunum Sirius Front Office þá komu þeir ekki gögnunum til löggunar á þess að svona það myndi sjást of mikið. Þannig að það sem að Grant Thornton gerir í London, þeir senda bara gögnin til slitastjórnar Kaupþings á Íslandi. Þaðans fara gögnin til sérstaks og Ólafur Þór Hauksson, hann hringir í forstjóra Sirius Front Office. Það var búin til einhver svona keðja þessar reynur fela eða þvó eins og bara þetta væri money laundering, þá er þetta svona gagnalaundering. Þetta er bara, þeir eru bara þvó gögn. Það er bara ekki flóknara það. Nákvæmlega það sem þeir að gera. Og sérstakur hringir í Sirius Front Office og segir að heyrðu, gögnin eru komið til mín. Núna getið þið sendt Mutual Legal Assistance Request. Beiðni að getið sendt okkur öllu gögn sem að þið hafið undir höndum sem að geti hjálpað okkur í okkar máli í London. Og það eru gögnin sem að þeir höfðu áður séð en þau voru bara hinum með við göttuna en þeir gátt ekki fengið beint. Þannig að þau þurftu að fara í gegnum þennan hring en síðan eru Cengiz bræður í máli gegn breska ríkinu, þeir vinna að þetta hafi verið með ólögmætum hætti þessar upplýsingar sem að voru notaðar gegn þeim. Já, að því að í Bretlandi þá verðist nú réttavörslukerfi virka aðeins betur heldur en hérna heima. Þannig að lögmenn þeirra gera strax athugasemdir við þær forsendur sem voru lagðar fram í kröfunum í dómstólum í London. Og þeir fara að gagnrýna, þeir bara byggja þetta bara á hugmyndum slitastjórnarinnar og þetta fer að verða vesen bara mjög fljótlega niður í Bretlandi og var á endanum dæmt í toppar Sirius Front Office að segja af sér og svo framvegis. Já, þar verður þetta vesen. Forstjórinn, hann er látinn fara strax í apríl 2012. Þarna eru líka það eru svona ákveðnar svona hreinsanir, það kemur nýr forstjórinn að því að dómstólar dæma sumarið 2012 er reyndar í júlí 2012 að dæmir bresku dómstól að þetta hafi bara verið ólöglegt og þetta sé bara ekki í lagi og að þetta hafi verið mjög aðfinnsluvert af Sirius Front Office að þeir eru byggja kröfurnar bara á vinnu slitastjórnarinnar sem að sú vinna er náttúrulega bara mótuð af fjárhagslegum hagsmunum bæði þessar ráðgjafa og slitastjórnarinnar. En við erum að tala að nákvæmlega sama gerist þegar að Hólmsteinn Gauti býr til mál byggt á kröfu slitastjórnar Glitnis í New York og fær hlerun. Þetta er bara algjörlega sambarlegt eða hvað? Þetta er bara algjörlega sambarlegt og það sem að árið 2010 þá er þetta ekkert vandamál fyrir okkur að það veit enginn af þessu. Það sem að þetta hins vegar verður vandamál þegar að menn fara að gera sig grein fyrir því innan sérstakssaksóknara að þessi samvinna sé ólögleg og sé eitthvað vesen og menn fara svona að reyna að í raun og veru draga lappirnar og reyna að bakka bara aðeins og í því samhengi erum við Gummi kærðir í apríl 2012 og það er gert í raun og veru eins og ég hef svo sem sagt áður og sagði held ég hjá þess síðast. Það er svona til þess að reyna að staðsetja þetta
þetta samkrull og allt þetta samstarf einangra meinið Já. sem að var viðtækt og almennt innan sérstaks saksóknara Já. komaði yfir á 2 menn -hmm. og henda þeim undir rútuna Já. og þannig fría embættið undan þeirri ábyrgð sem að þar bar á þessu og sko og nú komum við að þessu sem í raun og veru aðalatrið og þannig að við erum sko þetta samstarf búið að vera alveg í raun og veru frá upphafi meðal annars með Sirius Front Office Sirius Front Office síðan komið í ákveði vesen ákkurat þarna 2011-2012 þannig að þegar að við erum kærðir þá boðar Sigríður okkur Friðjóns, ríkissaksóknari til yfirheyrslu og þá voru við búin að bara ákveða við segjum bara allt við ætlum ekki að fela neitt við ætlum bara að segja hvernig það var og við gerum það og þá gerir hún sér grein fyrir því að við erum að lýsa nákvæmlega sömu hlutum og Sirius Front Office hafði lent í brjáluðu vesinu með það sem að forstjórinn hefði látnið fara rannsakarar hefði látnið fara og milljónir þurft að greiða í skaðabætur Já, það var á þeim tímapunkti, það voru einhver í mánuði hvort það var árið eða eitthvað þá á endanum var hátt í milljarður greiddur í skaðabætur sko. Og þannig að sko kerfið þar bregst við á einhverjum 18 mánuðum með því að reynsa til hjá Sirius Front Office og greiða út skaðabætur en á Íslandi gerist ekki neitt þrátt fyrir að sérstakur saksóknari þeir tekið náttúrulega annars vegar þátt í þessum fléttum með slitastöð Kaupþings og Sirius Front Office og út af þessu samkrulli með slitastjórn Glitnis og skiptastjórum og það sem maður má alls ekki gleyma og við skulum koma að líka núna með öðrum stofnunum ríkisins hérna á Íslandi eins og fjármálaeftirlitur þannig að við erum yfirheyrðir í byrjun júlí 2012 í miðju þessa vandræða tímabils þannig að Sigríður horfir fram á það þegar hún hlustar á okkur að tala að Ólafur Þór Hauksson hugsanlega búin að gera bara það sama á Sirius Front Office skemma hrunrannsóknar í raun og vera áður að fara á stað nánast eins og það leggja sig Já Það sem að hún gerir og starfsmenn hennar að þau finna málefnalega ástæðu til að fella niður málið okkur og rannsaka ekki neitt af því sem búið bendin á. Til þess að forða því að þetta fari fyrir dóm og það sem þið getur sagt þetta allt opinberlega og svo framvegis. Já, hún hefur hort fram á það. Ok, ætla ég að fá þessa 2 menn hérna í sakbornings yfirheyrslu fyrir dómi og það sem þau segja þetta allt saman. Og freistingin náttúrulega hjá henni gríðarleg. Hún nýtekin við sem ríkissaksóknari. Freistingin að fela þetta náttúrulega yfirgengileg sko. En af hverju? Hún þetta náttúrulega ef að hún hefði bara tekið á þessu með þær upplýsingar sem hún að fá frá ykkur og það hefði leitt til þess að allt hefur hunnið hjá Ólafur Þór og svo framvegis en þá hún samt að koma fram af festu og heiðarleika en hún kýs að gera það ekki samkvæmt því sem þú ert að segja mér. Já, og fólk getur bara dæmt það sjálft þegar það heyri hvað ég að fara að sína hérna á eftir og sko gögnin úr þessu máli sko ég ætla nefnilega ekki að gera eins og til dæmis fyrir staðsmenn RÚV eða Helgi Seljan eða venjulega þá klippa þeir út og raða saman einhverjum til að búa til einhvern svona sannleik sem að þeim finnst vera. Ég ætla bara að sína þessar yfirheyslur bara í heildsinni og ég ætla bara að sína þessi gögn sem ég að tala í dag. Þetta fer bara á netið. En notabenni yfirheyrslurnar það búið að klippa út það sem þið segið í þessum eftirprentunum en þú hins vegar komst í upptökurnar og þú viljum að spila þær hér. Já. Þannig að sko fólk getur bara séð hverju sleppt úr þessum yfirheyrslum. Hvernig það getur verið eðlileg samantekt á því sem að koma fram í þessum yfirheyslum. Það sem sett í þessar skýrslur, þessar opinberu skýrslur þessar yfirheyslur.
og sko það sem að ástæðan fyrir því að ég síðan með þetta, við komum að því kannski eftir smástund, það út af þessu Selfossmáli sko og Selfossmálið sem að rannsaka þennan PPP leka. Já. Og það sem að sko það sem nefnilega lykilatriði og við kannski, að því að þegar við hlustum á þetta eftir, þá tölum við aftur sömu hluti, þannig ég ætla ekki að vera að drepa fólk og leiðindum hérna sko. Það sem mikilvægt að segja hérna að það sem kom fram í þeim yfirheyrslum og við munum heyra á eftir, hefði átt að leiða til þess að Sigríður Friðjónsdóttir myndi til dæmis yfirheyra Hólmstein Gauta og spurja nút í þetta þegar þið fengu að hlera línur á Jón Ásgeir og félaga vegna einkamáls slitastjórnar Glitnis og svo framvegis, bara að hún myndi spyrja og yfirheyra hina aðeilina en hún gerir það aldrei. Nei, hún gerir það aldrei og það sést bara í gögnum að því að hún yfirheyri til dæmis hann eftir að við erum búin að segja þetta. Já. Og málið það, ef að við erum að ljúga þessu af hverju bara að klippa þetta út, láta eins og þetta hafa aldrei verið sagt og spurja engan að því af hverju ekki að segja það sem að Jón og Guðmundur eru að segja einhver geðveiki sem að búið að sýna fram á með frekar rannsókn að bara lygi. Það búið að yfirheyra Hólmstein Gauta þetta, það búið að yfirheyra Grím Grímsson þetta, það búið að yfirheyra Fjölni Sæmundsson þetta, alls konar fólk. Það ekki gert. Þannig að niðurfellingabréfið og sem að við fáum. Á var niðurfellingin byggð aftur? Niðurfellingin byggð á því að við afhendum ekki gögn sem við máttum ekki afhenda og það sem sorglegast og ég að ég ætla bara að koma inn og tala bara íslensku sko. Það sem það furðulega í þessu öllu saman að allt sem við segjum í þessum yfirheyrslum í raun og veru það eina sem við erum saklausir af það sem vorum kærðir fyrir af Ólafi Þór Hauksyni. Já, þið voru kærðir fyrir að leka gögnum í einkaaðila til skiptastjóra Mælstún, bara fyrir það, ekkert annað. Við vorum ekki kærðir fyrir að leka gögnum í slitastjórn Glitnis fyrir framan Grím Grímsson, Hólmstein Gauta og Bigga Jónasa sko. Við vorum ekki kærðir fyrir það. Við vorum bara kærðir fyrir að leka gögnum í skiptastjóra Mælstún að því að það hentaði. Og þetta nefnilega kjarnin í þessu öllu saman að það voru allir möguleikar sumarið 2012 til að hafa þetta aðeins fleiri möppur sko. Sigríður bara kaus að gera ekki neitt og skulum halda aðeins áfram með þarna svona 2012 þegar við förum þarna í þessari yfirheyrslur við segjum allt saman og eins og kemur í ljós á eftir síðan erum við að biðja gögn í þessu máli og við fáum gögnin afhent í ágúst og þá fáum við að sjá þetta og þá bara föttum við hún ætlar að fela þetta. Þið fáum að sjá yfirheyrslurnar yfir ykkur og þið sjáu að það vantar í þær. Vantar bara allt sem við sögðum. Já. Og þá föttið þið bara, hún ætlar ekki að rannsaka þetta betur, hún ætlar bara að fela þetta. Já. Og hvernig bröðust þið við því á þeim tíma? Þá bara, sko, þetta er engin hetjusaga, sko. Þetta er ekkit eitthvað, 2 menn, einir á móti kerfinu og einhvern veginn þannig. Við bara föttum að hún ætlar að fela þetta og þá skrifum við greinagerð þar sem við setjum bara þennan framburð að hluta til inn í greinagerð og sendum inn í málið. Það gerum við bara til þess að staðfesta endanlega fyrir henni hvað við ætlum í raun og veru að segja. Og vitandi hvað þið myndu segja fyrir dómi og svo framvegis. Vitandi það að þá eru alla líkur að því að hún slepp okkur sko. Sem hún nú gerði. Hún sleppt okkur. Við vorum bara að bjarga rassinum á okkur. Já, algjörlega. Og það sem að við fáum líka þegar við fáum gögnin í ágúst 2018 þá fáum við þessar möppur afhendar svo þýstu þeim að tala svona mikið fáum þessar möppur afhendar og inn á milli
í einni möppunni þá innanhús minnisblað frá 7. júlí 2012 og í þessu minnisblaði sem að Hulda María Stefánsdóttir sendir á Sigríði Friðjóns, hún saksóknari hjá þá bara farið yfir rannsóknina eins og hún stendur á þeim degi og þar bara sagt að gagna umsýsla að minnstakosti í Milestone málinu sé bara í mólum og að við munum að öllu líkindum bara segja ákveðna hluti sem að gera það verkum að það verður erfitt að sýna fram á eitthvað konar sekt. Það hafi ekki verið einhverjar formulegar verkreglur sem að þið hafi brotið. Nei. Það hefur ekki verið til staðar. Nei. Og við sjáum þetta minnisblað en við segjum þeim ekki að við séum með þetta minnisblað. Við bara höldum hjá okkur af því að við ætlum bara, ok, ef það ákjár okkur þá myndum við bara nota þetta minnisblað í vörn okkar fyrir dómi. Aftur, engin sérstök hetju saga sko. En þetta það sem að við vorum svona með sem plan og síðan máli fellt niður 1. febrúar 2013 og rökstuðningur Huldu Maríu í stuttu máli þannig að þeir tölvupóstar sem að við erum búin að leggja fram eindregin neitun okkar að við séum sekir það sem voru kærðir fyrir ásamt framburði eins lögmanns sem að var að vinna hjá skiptastjóra Milestone sem að staðfesti allt sem við sögðum eini sem gerir það þá verði að fella niður málið og og þessi tölvupóstar sem þið lögðu fram sýndu fram á hvað? Að við höfum bara haft heimild til þess að afhenda þessi gögn til skiptastjóra Milestone og einhverju tilfellum beðnir það. Já, algjörlega. Og en þá fer náttúrulega að því að þetta mál var náttúrulega opinbert sko, þá fara aðrir aðilar eins og til dæmis þeir sem voru sakborningar í Milestone málinu, þeir fara að senda kröfur á ríkissaksóknara að fá að komast í þessi gögn af því að þá náttúrulega eðlilega grunar að þessi gögn sé eitthvað sem að nýtist þeim í sko vörn sinni gagnvart kerfinu og þá allt í einu þegar ríkissaksóknarar í samskiptum við þá aðila þá bara breytist allt þá bara neitað að rannsaka mál það neitað að afhenda gögn allt í einu framburður þessar starfsmanns skiptastjóra Milestone, hann allt í einu metinn bara öðruvísi, hann bara allt í einu ótrúverðugur, ekkert annað sem að staðfestir hann, allt gert til þess að stoppa það að aðri komist í þessi gögn sko. Hvaða einkaaðilar eða sakborningar voru þetta sem voru að herja á ríkissaksóknara þá? Já, gott dæmið þetta Karl Emil Wernersson. Karl Wernersson, já. Það sem að... Honum sagt bara að það sé ekkert þarna og ríkissaksóknari segir að sko, hann kærir ekki bara okkur og hann kærir embætti líka, sérstaklega saksóknara fyrir ólöglega starfshætti og honum bara svarað að það sé ekkit hjá ríkissaksóknara sem bendi til þess að það sé nein ástæða til þess að taka upp rannsókn á hans kæru. Þegar við erum nýbúnir nokkrum mánuðum áður að segja þetta allt saman. Þannig að sko í raun og veru má segja að þarna... Í raun og veru má segja að þið hafið upplýst Sigríði Friðjónsdóttur að í raun og veru hafi verið brotið á sakborningum með ólöglegu samstarfi stofnana. En þegar að þeir sakborningar leita síðan til Sigríði Friðjónsdóttur þá þeim neitað. Þykist hún ekkit vita þetta og segir að séu ekkit sem bendi þess að það sé rétt. Já, það bara sem hún gerir. Það ekkit flókið. Og hún, sko, vandamálið þeirra hjá ríkissaksóknara var einfalt í raun og veru. Sko, þegar Ólafur kærir okkur og við förum síðan bara að segja þetta allt saman, þá hún bara, ok, ég þarf að reyna að fella þetta mál niður á þann hátt að ég þarf ekki að opna neina rannsókn á öðrum innan sama embættis. Þess vegna þarf hún að fella niður okkar mál, þá metur hún gögn með ákveðnum hætti, svo þegar einhverja aðri gera kröfum að komast í gögn málsins, þá metur hún sömu gögn úr sömu rannsókn hjá sömu aðilum með ólíkum hætti. Bara allt til að koma í veg fyrir að fólk komist í þetta.
Já, hérna, áhugavert. Sko, síðan eftir að málið fellt niður þarna 2013 þá fekk eftir í lögguna eins og maður hefur sagt áður og ég fer að gera annað. Á þessum tíma hins vegar kemur oft upp gagnrýni á starfsemi sérstakssaksóknara. Það kemur oft upp gagnrýni á, eins og til dæmis kom upp í Árumálinu, það sem að Grímur Grímsson þurfti að útskýra það af hverju hann lét ekki gögnin í málið sem á endanum urðu til þess að aðalega voru sýknaðir. Já, ég man eftir þessu úr bókinni hans Jóns Ásgeirs sem að Einar Kárason skrifaði, að það hérna Árumálið, það sem voru verðmöt sem að sýndu fram á sem sýndu fram á sakleysirinn og þeir voru sakaður að vera að mixa í verðunum og með hringja ekki sín á milli. Sko, en þessi verðmöt voru þeim var haldið utan málið. Sko, ég ekki ástæðan fyrir því ég að koma hérna fram og segja það aðalega, ekkert aðalega, það bara aðalmálið að ég að benda á verklagið innan embættisins. Sko, ég ekki þessi umbúin að meta nákvæmlega sekt og sakleysi ákveðina aðalega eða sem að sést ekki rannsakaði, sko. Ég ekki hérna til þess að segja allir hafa verið sýknaðir eða sakveldir á einhverjum vitlausum ástæðum. Ég get ekkert sagt það og ætla ekki að gera það, en það líka væri það mjög ótrúverður framburður, sko. En það sem að hins vegar sko, aðalmálið til dæmis eins og með Árumálið, tökum það nú, fyrst að það kominu upp. Fjölnir Sæmundsson, sem nú formaður Landssambands lögreglumanna, hann yfirheyrður hérna eftir að við erum búin að segja okkar alla sögu, sko. Og hann kannast sko lítið sem ekkert við starfsemi okkar Gumma í PPP 2012. Sem til dæmis mjög skrítið af því að það eru hljóðfælar sem að Gummi að segja Sigríði. Til dæmis frá því þegar að Fjölnir Sæmunds var í London að yfirheyra í þessu Árummáli. Já. Og hann að lýsa því að með samþykki slitastjórnar Glitnis höfum við verið að dömpa bara gögnum til þeirra, sko. Þannig erum við algjörlega farnir að vinna fyrir slitastjórn Glitnis, þetta í febrúar 2012. Og þá eru þið að vinna fyrir slitastjórn Glitnis en að láta sérstakann hafa. Þá erum við að hringja í menn eins og Fjölni, Sæmunds, Grímur Grímsson líka, Hólmsteinn Gauti Sigurðsson líka niður frá. Við erum að hringja í þá, við erum að vinna á kvöldin fyrir slitastjórnina þarna, bara alveg fram á kvöld og við erum að finna eitthvað sem við höldum að skipti þá máli og með heimild slitastjórnarinnar þá erum við að láta þá hafa þetta og þetta allt gert, þetta allt í tölvupóstum, bara allt. En núna, þá veit hann valla, sko, hann eins og hann hafi bara aldrei heyrt þetta félag og eins og eitt af þessum gögnum sem ég ætla bara að láta inn á netið, það eru bara skýrslur sem að það sem að Fjölnir til dæmis bara að staðfesta að hann í London að yfirheyra í Árumálinu og ef þetta rétt sem að Grímur Gríms, Fjölnir og Hólmsteinn og allir segja að þeir hafa ekki haft hugmynd hvað við Gummi vorum að gera þá bara spyrir þeirra einföld spurningar. Hvernig vissi Gummi af þessari vinnu þarna niður frá á nákvæmlega þessum tíma? Af því að dagsetningin á skýrslunum hún bara nákvæmlega í febrúar, það sem hann að segja. Á tímabili þar sem að Ólafur Þór og aðrir hafa sagt að við höfum bara verið eða farnir út, bara ekki í neinu samskiptum. Þannig Gummi félagin greinilega í sambandi við þá og meðan þeir eru að rannsaka þetta niður í. Já, þarna var þetta bara allt í blúsandi gangi, sko. En þú ert þá að segja að Fjölnir Sæmundsson, Grímur Grímsson og Hólmsteinn Gauti hafi allir sagt ósatt í raun og veru í yfirheyslum og skýslum. Já, þegar þeir að tala að hvað þið viti ekki okkur, þeir líka, sko, þeir náttúrulega höfðu bara hreinlega ekki tækifæri til að segja ósatt eins og varandi þegar ég spurt, að því að Sigríður spyr þá ekki til dæmis atvikið í maí 2010 sem við tölum með náðan. Þannig að sko, það náttúrulega eitt af því sem að ég reyna að gera núna, það að komast í frekari gögn
frá þessum tíma varandi yfirherslunar yfir þeim því að sko með að við samantektirnar hérna þá voru þeir spurður óskup lítið sko þannig að Það búið að vera vesen fyrir það að komast í gögnin eða? Já, að því að sko til þess að svona aðeins svona sumar upp það sem örgulega svipa og ég sagði þarna síðast að þá ég bara að vinna í allt öðrum hlutum frá 2013 þangað til ég fæ bara símtal frá sérstökum saksóknara eða þá héraðs saksóknara að ég sé bara boðaður sem sakborningur í þessu svokallaða Namibíumáli og sko ég átti nú bara ekki til orð þegar það hringdi í mig og ég mæti og ég segi, hei sko strákar þeir náttúrulega Ólafur Þór Hauksson náttúrulega augljóslega vanhæfur til að rannsaka mitt mál sko í ljósi forsöguna sko Af því að hann hafði til dæmis áður kært mig og því máli hafi verið vísað frá að fellt niður af því að hann kærði mig til þess að í raun og veru losna sjálfur vesen og það var fellt niður og eins og maður veit núna algjörlega að ríkissaksóknari er búinn að hilma yfir með honum öll þessi ár en á þeim tíma sagði ég bara við á hann 2021 til ég mætti sko, ég ætla ekki að tala við ykkur þeir eru bara vanhæfi til að rannsaka mig og svo bara líða árin áfram og 2024 þá missi ég bara þolinmæðina og kæri Ólaf og embættið til nefndar eftirlit með störfum lögreglu og það í desember 2024 og núna í mars á þessu ári þá sendi nefndin þessa kæru til ríkissaksóknara til einhvers konar þóknarlegar meðferðar og sko og nú ætla ég að segja ykkur Þannig að nefndin tekur þá að því leiti einhver leiti undir með þér ef hún heldur áfram með málið og vísar til ríkissaksóknara Já, það er allavega minn skilningur á þessu og hérna með að við hérna að þeir muni náttúrulega örugglega segja eitthvað annað en sko það sem ég ætla að fara aðeins þá inn í núna er sko að þessi ólöglega starfsemi sko eins og að hilma yfir með brotum Ólafsanna 2012 og annað hjá ríkissaksóknara að þetta er bara enn í gangi sko og að því að Hvað áttu við? Af því að sko þegar að ég þetta er búin að þegar nefndin er búin að senda máli til ríkissaksóknara þá líða þarna einhverjar 2 vikur eða eitthvað, ég man ekki hvað var langt þá er Kveikur búin að ringi í mig segja að núna sé ég náttúrulega viðfangsefni næsta þáttar og þá sendi ég post á ríkissaksóknara og segi nú er þetta bara að byrjað aftur sko Þú ert að meina sem sagt að þegar að ríkissaksóknari fær málið frá nefndum eftirlit með störfum lögreglu að þú hafir eitthvað fyrir þér um Ólaf Þór Hauksson að þá sem sagt er greinilega eitthvað samband þar á milli og það verður til þess að gögn byrtast allt í einu í Kveik þættinum að til þess að einhvern veginn að svara þessu Já, og þá allt í einu byrtast þessi gögn sko þessi rosalegi gagnapakki sem var lekið af PPP og við var inn á servernum hjá okkur árið 2012 auðvitað náttúrulega 5 ára á hælana eins og venjulega þegar koma svona árásir sko og síðan ég boðaður sko ég veit náttúrulega sjálfur sér ekkert mikið hvað að gerast eins og síðast ég verðna hjá þér sko síðan maður boðaður í yfirheyrslu hjá lögreglunni á Selfossi eða lögreglunni á Suðurlandi og þá svona fyrst einhvern veginn fer boltinn að rúlla núna með það sem ég að segja hérna í dag sko að ég segi bara við þá ég skil ekki eitt það búið að rannsaka mig fyrir þetta og það er bannað að rannsaka saman mál aftur eru þið komnir með gögnin frá ríkissaksóknara frá 2012 þá segja þeir strax nei sem mér þótti mjög undarlegt sko og að þetta er náttúrulega bara þannig lykillinn að þessu öllu
að því að í gögnunum hérna þá greinagerðin okkar Gumma og í þessari greinagerð bara strax á blaðsíðu 6 talað Heiðar Þór Guðnason, tölvumann sérstaks saksóknara árið 2012 sem var líka tölvumaður PPP. Við segjum ríkissaksóknara frá hans svona að hann var svona millistykki á milli allra þessara aðila og allra megin við borðið þegar svo má segja. Við bendum inn á árið 2012 að það þurfa að skoða þennan mann og þessa starfsemi ef að það sem við vorum að gera í PPP ólöglegt. Því það nákvæmlega sama og við vorum að gera sko. En það ekkert gert á þeim tíma árið 2012 nema núna þegar þetta kemur þegar máli kemur í hendurnar á lögreglunni á Suðurlandi þá virðist allt í henni komast bara í hendurnar á heiðarlegu löggum og þeir skoða málið, skoða það sem maður að segja og þeir gera bara Heiðar Þóra sakborningi. Tölvumaðurinn Heiðar Þór Guðnason allt í orðin að sakborningi núna 2025. 13 árum eftir að við Gummi bendum á hann sko. Þó þessar upplýsingar hafa algjörlega legið fyrir árið 2012. Allan tíma fyrir. Þá var ekkert með þær gert. Hann var sakborningi núna fyrir hluti sem við bendum á hérna 2012. Og sem að segir sína sögu að aftur þær upplýsingar sem þið voru að veita Sigríði Friðjónsdóttur árið 2012 voru þess eðlis að það hefði átt að gera eitthvað með þær. Það hefði átt að bregðast við. Það bara ekkert gert. Og ég fæ síðan að skoða gögnin sem að Helgi Seljan afhendir lögreglunni með herkjum. Hann nú ekki viljugur að afhenda þetta. Og ég fæ að horfa á þetta á skjá og það fyrsta sem ég sé að þarna bara netþjónninn frá PPP frá 2012 og þarna fullt af persónulegum gögnum frá mér, frá Guðmundi Hauki og eitthvað sem að við hefum aldrei lekið. Bara aldrei, til hvers? Þannig að ég sagði bara, byrju gögnin bara sjálf. Þau benda bara til þess að þetta geta varla verið við sem að höfum lekið þessu. Enda líka nærtækast að spurja Helga Seljan sjálfan hvaðan gögnin koma og Inga Frey Vilhjálmsson því að það bara augljóst að þessi menn hafa haft þessi gögn í höndum sem að ég kærði núna fyrir að leka allavega í 5 ár að því ég bendi þeim bara á fréttir sem að Ingi Freyr skrifaði árið 2020 það sem bara byggja á þessum gögnum sem að ég var ekki með þetta sem er augljóslega hægt að segja það að fréttir frá þeim tíma hafi verið byggðar á þessum gögnum. Er hægt að segja það með 100% vissu? Algjörlega. Og ég bendi lögregluna á það. Og þetta getur bara hver sem sé bara sjálfur sko á netinu. Þetta ekki eitthvað sem bara í haustum á mér sko. En blaðamenn auðvitað njóta uppljóstrar blaðamann að njóta verndar og blaðamenn þurfa ekki að gefa upp hvaðan þeir fá gögn. Nei, þeir þurfa ekki að gera það. En þeir þurfa hins vegar að segja satt. Af því að í yfirheyslunni yfir Helga Seljan eða Georg Helga eins og ég kalla hann sem að því hann heiti það sko þá segir hann 2 sinnum hvenær hann fekk þessi gögn annars vegar fekk hann þetta einhvern tímann á síðasta ári og í öðru lagi fekk hann þetta einhvern tímann á þessu ári það misar hann í því hvenær hann fær þetta og að því að maður getur auðveldlega að sanna að þessi drengir eru búin að hafa þessi gögn að minnsta kosti 5 ár þannig að sko það getur ekki verið satt að þeir séu með þetta núna nýlega. En byrju ef þeir hafa haft þessi gögn í ykkur 5 ára, akkur voru þeir ekki búin að segja frá þessu áður? Já, það er spurningin. Þannig að þetta er alveg svona juicy frétt, eða þeir gjátu allavega að matrætt þetta sem juicy frétt. Já, og svo er líka bara... Ári, en akkur komur ekki með þetta út fyrr? Já, það er það sem að, sko, Helgi Seljan eða Georg Helgi náttúrulega, hann var náttúrulega búin að láta mig í friði síðan 2021 af því að hann kærði mig fyrir einhvers konar eldirhellis tilburði átt að hafa verið þarna fyrir utan heimilans og hann er enn í dag að bulla með þetta að ég hafi verið þarna fyrir utan og málið það er líka eitthvað sem ég ætla að setja á neti bara það er bara málið úr þessi gögnin úr þeirri kæru er bara að sýna það að
þegar hann að kæra mig hérna 2021 þá heldur hann eftir gögnum. Hann segir að SMS samskiptin á milli mín og hans séu heild sem hann sé afhenda, en ég þurfti að fylla inn í eyðurnar með gögnum sem ég hef búin að geyma til þess að réttur eða bara sannleikurinn kæmi í ljós. Rétt samhengi. Já, en lykilatriði í þessari sögu er það að ég er alltaf að biðja lögregluna á Suðurlandi að fá gögnin frá 2012 inn í málið. Því þar í raun og veru lykillinn að þessu öllu saman. Og þau eru bara ekki enn að komast inn í máli og eins og ég fæ á tilfinninguna er að þeir bara hreinlega fá ekki að setja inn í máli En lögreglumenn á Selfossi sem að þú hefur tilfinningu fyrir að séu heiðarlegi lögreglumenn. Já, það er við. Eru þeir sem sagt ekki með til dæmis sérstar upptökur að það sem að þú og Guðmundur Haukur eru að lýsa? Nei, þeir eru ekki með það. En ég benti þeim á þetta. Ég sagði, þessar upptökur eru til. Þær eru hjá ríkissaksóknara. Hringið bara í hana, fáið að fara þarna og hlusta á þetta. Þarna er lykillinn að þessu. Þetta er ekki mikið mál, Veistu hvort þeir hafi hringt og beðið það? Ég veit ekki hvort þeir hafi hringt, en ég er allavega með staðfest að þessi gögn er ekki komin inn í máli, En hvernig fékkst þú þessar upptökur? Já, það var nefnilega svolítið sérstætt, að því að þeir voru ekki að ná að setja þetta inn í málið. Þá byrjaði ég bara fyrst í gegnum lögmanninn minn að gera kröfu á ríkissaksóknara núna í sumar að fá að komast í þessu gögn. Þegar ég var ekki, ég hafði ekki haft þessu gögn í 13 ár. Ég var ekkert að geyma þetta neitt sérstaklega, og í gegnum árin hefur maður lánað eitthvað af þessu og týnt þessu og þannig ég var ekkert endilega að geyma þessi gögn af þeirri innfyllt ástöðu, mér dætti ekki í huga að ég er rannsakaður aftur fyrir sama hlutin. Þú veist bara að þetta mál væri búið og væri bara partur af liðinni tíð. Og þá fer ég að fá þessi samskipti frá ríkissaksóknara, Þeir séu bara strax nei fyrst, Fær ekki þessi gögn. Það er búið að afhenda þetta 2012 og ef þú ert búin að týna þeim, þá bara er það ekki okkar mál. Svo fara þær eitthvað að draga lappirnar, við bjóðum þeim, ég gegnum lögmann, ef þetta er spurningu ljósutunarkostnaðinn eða eitthvað slíkt, þá get ég bara borgað hann. Og nei, það gekk ekki. Svo með því að senda bara tölvupósta aftur og aftur, þá fékk ég endalega gegn eftir einhverja vikur að einhvern tímann í október að ég mætti koma og fletta gögnunum bara hjá. Ég mætti ekki taka þau og ég mætti ekki gera neitt með það, ég mætti bara lesa þetta. Þetta er ekki að fá afrit, bara fletta þeim. Já. Og þá bara misti ég nú endalega þolinmæðina og ég sendi bara bréf þar sem ég talaði bara íslensku og bara það væri ótrúlegt að til dæmis að það kæmi lögreglumönnunum á Suðurlandi á óvart að ég hef bent á Heiðar Þór, sakborning í málinu núna í dag, 13 árum setna, fyrir 13 árum. Og þá allt í einu kom póstur frá ríkissaksóknara þar sem að segir, já við nánari athugun hefur komið í ljós að þú átt rétt á því að fá þessa pappíra ekki og endanum þá segi ég síðan já en þið vitið að það vantar í þetta ég sagði meira og mér vantar það til að ég geti sanna það sem ég er að segja ég get ekki sanna eitt eða neitt með þessum gögnum samkvæmt þessum gögnum sögðu við gummi voða lítið og þá fekk ég heimil til þess að hlusta með headphoneum á upptökuna yfir mér og gumma í andirinu hjá ríkissaksóknara bara í gegnum lúuna hjá þeim okay. Sem er mjög óvinnulegt já, sem er mjög óvinnulegt og þar náttúrulega náði ég þá að skrifa upp það sem að ég hafði sagt loksins, fyrsta skipti í 13 ár þá sá ég í raun og veru hvað ég hafði sagt en síðan er það núna 27. nóvember eftir mikið að tölvupóstsamskiptum
þá gefur ríkissaksóknari sig og ég má mæta og hlusta í fundarherbygginu hjá þeim á 4. hæðinni á þessar upptökur. Sérst mína og Guðmundar Hauks. Og ég byrja að hlusta á þetta í betra næði heldur en áður og ég bara skilin eftir. Og ég bara að hlusta á þetta og ég hugsa bara, það sagði mér enginn að ég mætti ekki tækt upp. Og ég hugsaði bara, ég nenni ekki að vera í marga mánuði viðbót að segja, ok, þetta var sagt þarna, ég þarf að fá það staðfest eða neitt svoleiðis. Og þannig að ég bara tók upp megnið af þessu sem ég og bara allt sem ég að segja núna, sko. Já, og þau hafa alveg örugglega ekki gert ráð fyrir þið og myndið taka þetta upp. Já, ég veit það ekki. En þau bönnuðu þeir ekki sérstaklega. Það var ekkit sérstaklega rætt að ég ætti ekki að gera það, sko. En nú þegar að sko lögreglan á Suðurlandi með einhverja formlega rannsókn á þessum PPP-leka svo kvöldum, árið 2025 eru þau að rannsaka þetta gamla mál, þá hljóta þeir að verða og eiga að fá aðgang á öllum þessum gögnum sem ætti þá að varpa ljósi á hvernig þessu var háttað hjá sérstökum saksóknara á þessum árum. Já, en ég fekk núna bara nýlega fyrir nokkrum dögum tölupóst frá saksóknara hjá lögreglunni á Suðurlandi. Þar sem að bara staðfest að þessi gögn ekki komin inn í þetta nýja mál og ef að verður tekin ákvörðun að setja þessi gögn inn í málið, þá verður send formleg beiðni til ríkissaksóknara, sko. Þannig að úr þeim pósti getur maður nú alveg lesið, sko, að já, það allavega, þau eru ekki æst að setja þessi gögn hann inn, sko. Eigum við að heyra þessar upptökur sem að þú tókst hjá ríkissaksóknara, þar sem að þú fékkst að heyra og sko, fyrst þetta yfirheyrsla yfir Guðmundi Hauki heitnum, félaga þínum, sem að var með þér með PPP en þarna verið að rannsaka ykkur fyrir meint ólögleg brot sem við fórum yfir áðan. Já, fyrir að leka gögnum til skiptastjóra Mælstón. Já, og Gummi segir hérna frá hvernig þessu samstarfi milli sérstaks saksóknara og Slitastjórn Glitnis var til dæmis háttað. Skulum heyra þetta brot núna ef við getum fengið. En það sem að gera síðan, sko, máli það og verður átt að segja því að það þannig að sko, afhenting gagna hún og upplýsinga, þar var framkvæmdin töluvert mikið á reiki og til það mynda þá var bara eitt svona dæmi dálítið sérstöðu því að þetta skiptir máli að þá gefin út vorið 2010 gefin út stefna í Bandaríkjunum á Jón Ásgeir Pálma Haralds og fleiri þá gefin út stefnuna á mánuði það ringdi mig Ólafur Gutti Sigurðsson hringir í mig og Jón Þór, Jónatan og þeir eru komið aðgút nýri vinnu. Þetta eitthvað mjöguleg. Ég býði við liðina en ég bara komin eftir 2 sekundur. Jón Þór tekur ekki lengri tíma þegar flössun og hann segir við þurfum að fara strax og hitta Slitastjórn Glitnis vegna þess að þeir eru að gefa út stefnu og að fara í alheimskirksetningu á eignum nokkra manna. Þetta þarf að gerast aflaust. Og við fyrir neyrir og þá Hólmsteinn múið taka þarna ákvörðun að reyna að koma línum á alla þessa aðila sem að ræðir. Og á sunnudeginum felur hann okkur, eða segir okkur að við erum reyndar fengtir í alveg óbúslega marga hluti og Jón til dæmis varðandi þessa hluti af því að hluti vegna eru bara kunnum við þetta, það er í gegnum lögreglustörf og annað. Jón mikið svona, hvað maður segja, góri að greina hluti. Þannig við fyrir að reyna að finna símanni á þessum einstaklega út sem tekur alveg gríðarlega tíma þetta er alltaf einstaklega sem þú lentur sem bílflokki. Ég til mig vera og hafa heimild til að segja þetta vegna þess að þú ert hér. Yfirmaður ekki embættisins þannig að þetta eru upplýsingar sem maður veit að þér. Já, ok. Bara svona til að læra þetta sko. Það sem er gert að þeir fresta útgáfustefnu. Ég segi við Hólmsteinn, þetta er útúrlokk. Við getum ekki náð þessu á einu degi. Það er bara alveg útúrlokk vegna þess að hugmyndafræðin hjá honum og öðrum bara koma línunum upp leið og stefna verið birt. Típist rannsóknur eða panikir og bara virkt og gott úrræði sko. Þannig að það er frestað einn sólarhring. Því frestað einn sólarhring að birta stefnuna í New York til að við getum hengt upp á þetta. Það sem að kannski er sérstakt í þessu, þarna eru verið að tala um sko
nú er bara að sýna frá hvernig hlutinir flæða á milli og hvernig væntingarnar geta hugsalega, þegar maður er að vinna í svona umhverfi, hvað það getur haft hugsalega mótandi áhrif. Það sem er kannski undarlegast í þessu er að haldnir fundir, fundir. Ég er á öðrum þeirra, en það er mjög skemmtilega að hverfa af fundur vegna þess að ég var bara með magaverki og fundarmerki þannig bara staðvist að komast ekki aftur á fundi, veikur. Þarna var verið að upplýsa þessa aðilar innihald samtala sem áttu sér stað á þessum línum sem verður að hengið. Það er á með hluti sem snerta bankareikninga Æsland. Alls konar svona hluti. Ég var ekki að fundur, ég átt að presentera þetta og en Hólmsteinn gerði það. Síðan eru haldið eftir fleiri fundir, fleiri innihald þessari símtala. Vegna þess að við vorum kallaðir á fund, bæði og Jón. Jón var í sumarfríi þegar þetta átt sér stað. Við vorum kallaðir inn á fundi þess að Grímur Grímsson og Steinun og Hólmsteinn Guðni Sigurðsson voru að reyna að útskýra, fengu símtöl, en það einhvern veginn tókst ekki, þannig að við vorum kallaðir á fundir örstutti. Láttum gera, og við spurðum hvað væri verið að gerast á þessu línum, hvað þetta þýddi og svo út aftur. Þetta er bara atriði sem ég er að benda á til að varpa ljósi aðeins á þessar, hvað var að segja, þessar stjórnsýslulegu framkvæmd sem er við lífið. Það er að segja munnleg fyrirmæli, flæði í gagna á milli aðila og svo framvegis. Nei, sko málið er það. Nei, nú er ég bara að segja hvernig þetta var. Ég er ekki... Já, það sem bara... Já, ég upplýsti Hólmsteinn bara inn í það með hlustanafna, sko. Hann var alltaf uppdætað og þetta tók hann bara útskýrta fyrir hann á hundinu. Krafan var bara búin til á grundvelli stefnu sem var afhengt með, sko. Bara stefnun, nú er stefnun til dæmis. En þetta er náttúrulega meira svona saksóknar dæmi, sko. Já, ég meina þetta það hlýtur þá að vera í úrskurðum að þessi þá voru mál, sko. Þetta er bara svona, ég er aðeins að reyna að varpa ljósi á bara hvernig þetta er alltaf þannig, en endilega alltaf að spyrja það. Þarna er sem sagt Sigríður Friðjónsdóttir að fá upplýsingar árið 2012 að starfshættir sérstaksaksóknara á samstarf með Slítarstöð Glitnis hafi verið með raun og veru ólögmætum hætti. Og þú heyrir að hún er smá ringluðana, sko. Já. Og hún er að reyna að velta þig fyrir sér, hvernig gekk þetta svona hratt, sko. Og hún er að spyrja Gumma, það er þá væntanlega vegna þess að sérstakur með einhverja sakamálarannsókn. Já, annars getið náttúrulega ekki fengið hlustunar heimild á þessa menn, sko. Það er svona hálfpartin eins og hún vilji ekki heyra að þessi hlustun hafi verið bara byggð á gögnum slitastjórnar. Já, og sem er bara eins og Gummi segir henni síðan. Hann bara, menna það, já, eða svona líka við hann segir, sko. Já, hún er bara, krafan er bara skrifið á grundvelli stefnunar, sko, í New York. Já. Og sem er alveg sérstakt, ef þið horfið síðan, sko, þeir sem eru að hlusta, ef þið síðan skoðið gögnin sem ég set inn og skoðið hlustuna kröfuna sem þau eru að ræða þarna. Það er ekki orðum slitastjórnina, sko. Það er bara sagt að það sé ykkur fyrirhugaðar eru rannsóknar aðgerði sérstaks saksóknara. Já, einmitt. Og miklir hagsmunir í húfi, en það er látið eins og þetta sé bara byggt á rannsókn lögreglu en ekki slitastjórnar. Sem er það sem hún á í erfiðleikum með okkur að þarna, sko. Hún er svona það hlýtur að vera eitthvað sakamálarannsókn í gangi, því annars fáið ekki hlustun á þessa menn, sko. Og það er bara mál, nei, það var ekkert komin inn svoleiðis rannsókn í gang, sko. Og hún fær þetta líka í raun og veru þegar að hún yfirheyrir þig, þá fær hún þessar sömu upplýsingar. Þið eru náttúrulega yfirheyrðir í sitt hvoru lagi, skilum heyrt þetta næst upptökuna af þess að hún er að yfirheyra þig sama mál. Skiptastjóra og FMI og til dæmis slitastjórnar. Og ég ætla að segja ykkur eitt dæmi enn sem að útskýra hvernig það er. Slitastjórn Glitnis hringir í maí 2010 í Hólmsteinn Guðni Sigurðsson og segir að nú sé að fara á mánudaginn alþjóðlegar aðgerðir með kyrrsetningarbeiðnir á Jón Ásgeir og Hannes Márason og fleiri út allan heim. Hólmsteinn hringir okkur Gumma, við förum á fundið í þennan sérstaka
og við ræðum þetta mál og við förum síðan á fund með slitastjórninni og við biðjum þau að fresta aðgerðum 1 dag svo við höfum tök á því að setja upp refsimál í gang, setja refsimál í gang, sem byggt á gögnum frá þeim. Og þannig að við getum fengið úrskurðina í gegnum mánuðinum og hengt upp á línurnar á mánuðinum. Þau verða við þessari byrni. Alheims aðgerðunum frestað 1 dag. Við náum að hengja upp allar símalínur á Pálma Haralds, á Jón Ásgeir Jóhannesson og fleiri. Og við byrjum að hlusta. Ég og Guðni. Þannig að við Hólmsteinn Gauti var svona alltaf óformlega með Glitnismáli. Þannig að hann lét okkur sem sína rannsækjara í þetta. Nei, ekki formlega með þetta. Þannig að hann fær ekki formlega út á efnismálinu fyrir í nóvember 2011. Þarna segir þú náttúrulega það sama og... Já, þetta sko, þannig ég bara að leggja áherslu á við hana að ná segni sko að þessi krafa bara byggð á gögnum frá slitastjórn og ástæðan náttúrulega bara mjög einföld að við ætlum bara ekkert að eyða eitthvað miklum tíma í að rannsaka þetta mál sjálfstætt, heldur bara byggja á stefnunni og koma hlustununum upp að því að eins og ég kannski búin að minni reyndar ég hef sagt þér síðast að sko þegar ég labba inn á lögustöðuna sko þá mæti ég Grímsinni og þá hann hálf hlæjandi og segir sko, já Jón, nú loksins komið gott mál á Jón Ásgeir. Og þannig að sko ákvörðunin að hlusta, hún bara tekin á nokkrum klukktímum. Og það verður líka að hafa það í huga að þessi málatilbúnaði slitastjórnar Glitnis, hún var bara sparkað út úr dómstólum í New York strax desember 2010. Og sko það eru engin það að því að við vorum eins og Gummi sagði á hann, þetta allt svona munnlegt. Þannig að ef allir bara halda kjafti þá voða lítið hægt að gera. Og það eins og til dæmis að það þarf að setja þetta í samhengi til dæmis eins og við slitastjórn Glitnis. Af hverju leggur hún svona rosalega áherslu á það 2015 minnum mig, frekar 16 að þau séu með bara 10 milljarða sjóð eftir að vinnu þeirra líkur til þess að bara covera einhver bótamál sem getur hugsanlega komið upp. Hvað áttu við? Var slitastjórn Glitnis með... Já, slitastjórn Glitnis og kröfuhafnir samþykja það að kröfu Steinunnar og Palla að búa til svona 10 milljarða sjóð sem eingöngu til þess að verja þau í hugsanlegum skaðabótamálum á grundvelli mistaka eða þeirra vinnu í málum gegn bara öllum málum. Gegn meintum sakborningum og hluthöfum í Glitni á þeim tíma. Já, og þannig að sko, og það sem það verður náttúrulega að hafa það í huga þarna sko, að við heyrum Sigríði, hlusta á okkur sko. Við heyrum að hún með áhyggjur sko. Ég náttúrulega ekki hlutlaus en það og það sem við vitum síðan að þó að hún heyri þetta allt saman að þá kannar hún það ekki frekar, hún spyr ekki þessa aðeila sem að þið nefnið þarna út í þessi mál. Nei. Og í raun bara... Sko Grímur Grímsson yfirheyrður einu sinni og hann yfirheyrður á undan mér og Gumma. Eftir að við segjum þetta þá yfirheyrður hún Hólmsteinn, Birgir Jónasson og fleiri og það ekkert spurt út í þetta. Og sko þannig að en samantektirnar sem eru hérna í gögnum málsins það bara hérna það skaut yfir þetta, það segja ekkert frá því að þið hefði sagt þetta bara, sko ég enga sem dæði bara, ég held bara fyrir áhorfendur það held ég að sé nauðsynlegt að ég lesi úr þessari samantekt hvað Sigríður Friðjóns setur í opinbera skýrslu þessa yfirheyrslu. Á 40. mínútu og 50 sekúndur, þangað til á 47. mínútu og 40 sekúndur, þá þessi setning.
Guðmundur Haukur fór yfir samskipti starfsmanna embættis, sérstaks saksóknara og starfsmanna slitastjórnar Glitnis. Og ekkert meira. Og ekkert meira. Mm Bara ekki neitt. Þannig að þetta er bara fellt út. Þetta er bara fellt út og aðrir fælar sem við erum að fara að hlusta á nú eftir, þeir eru bara hreinlega ekki inni í samtæktinni. Sko. Ok, heyrum með mitt meira af samstarfi sérstaks og slitastjórnar Glitnis. Já. En þá sem sagt létu þið slitastjórnina vita af einhverju sem þið höfðu heyrt á línum sem þú voru að hlera. Skulum fá næsta bút. Það nú það sem og ég er að segja þetta að því að það sem gerist hérna að við Gummi heyrum að það villa í málatilbúnaði lögmanna slitastjórnar. Það á að fara að kyrrsetja bankareikninga sem eru í raun og veru í eigu Iceland fyrirtækisins, en þeir halda þessi í eigu Jóns Ásgeirs. Við segjum Hólmstein þetta, við segjum Ólafi Þórhauksson þetta og Hólmstein Gauti og við förum á fund með slitastjórninni og Gummi sem fór á fundin með Hólmsteini alveg rétt og Grími Grímssyni. Já, ég var held í sumarveginni. Og þar þeim tjáð að það sé villa og þeim sagt atriði sem að koma frá hlustum. Nokkru seinna þá ég inn á skrifstofu, þá ég kallaður af Grími Grímssyni, aðstoðaryfirlögreglumanni, inn á skrifstofu Guðnýs Jónassonar. Þar sem að þeir sitja og Hólmsteinn alveg Gummi. Og ég og Gummi kallaðum skrifstofuna og við erum beðnir að fara yfir það sem að koma út úr hlustunum fyrir Steinunni Guðbjartsdóttur og hjá Slitastjórninni. Þannig að þetta það umhverfi sem að við erum að sjá eitthvað hvernig er litið á að það sé einhvern veginn lið á móti hinn. Og að slitastjórnir og skiptastjórnar eru í svona, og FME þetta allt svona í sama lið. Þannig að þetta svona, ég vildi koma þessu að í byrjun. Af því að þetta skiptir náttúrulega máli af því að ekkert af þessu skrifað niður. Ekkert af þessu staðfest einhverstaðar á pappír. Og engar formlega reglur eða höfðu verið settar til þess að regulera þessi samskipti. Ég fer inn með honum Gumma hjá Gísla Jónassonar sem að við segjum Steinunni. Við þurftum að útskýra einhver atriði sem að komið fram í hlustu. Og Guðmundur Haukur var á fundinum þar sem að Hólmsteinn Gauti og Grímur Sigurðsson, ég minnir ég verið komin sumarfrí, segir Steinunni þetta. Hann Steinn nefnilega, Gummi hefur örugglega getað sagt ykkur þetta eða getur sagt ykkur þetta. Gummi vildi ekki segja þetta, þannig að hann gerði sér upp grínlaust magapínu og fór út. Og Hólmsteinn Gauti og Grímur sögðu það sem var að koma fram í hlustum. Hann gerir sér upp magapínu, félaginn, hvers vegna er það? Hann er bóðar á hana fund með Hólmsteini og Grími Gríms. Ég get náttúrulega illa svara fyrir hann, en sko og hann bara, eins og hann sagði manni seinna, hann gugnaði bara á því að segja frá þessum hlutum á þessum fundi sko, en við tókum þátt í að segja á öðrum fundum nákvæmlega sömu hluti sko. Og honum fannst þetta bara of stórt sko, að því á þeim fundi verið að segja frá því að það sé verið að kyrrsetja veltureikninga hjá Iceland sko. Og hann bara svo sami gugnaði á því sko. En þetta er samstarf sem er algjörlega samkvæmt bókunum ólögmætt. Já, það er bara, það þarf ekki að ræða það sko. Þetta eru gögn sem eru komin úr hlustun í sakamálarannsókn og þarna er ekki búið að opna sko gagnapakkan í málinu sko, það er bara búið að byggja þetta á slitastjórninni. Við Gummi erum bara hann á skrifstofunni að hlusta. Við erum bara, þessi sakborningar eru þarna, þó þau séu ekki, þannig séu orðnir sakborningar á þeim tíma. Þannig eru þessi menn að sitja á svona símafundum með lögmönnum erlendis og við Gummi erum bara inn á milli og engin veit að því. Já, að hlusta og leka því í slitastjórnina. Já. Og sko það sem að við bentum Sigríði á er að það er svo lítið mál að staðfesta þetta. Þetta er allt í tölvupóstum. Bara Grímssonar, Hólmsteins. Bara skoðið bara tölvupóstana. Og það var bara ekki gert, enda líka er umfang málsins ekki með. Það er mjög þunnur 13. þetta umfang málsins. Já. En
það heyrist mér auðvitað ef þetta allt rétt og virðist vera eins og þú ert að sýna fram á að þá Sigríður Friðjónsdóttir gjörsamlega búin að bregðast skyldum sínum ríkissaksóknari. Algjörlega. Sko ég til þess að vera ekki að eyða tími í eitthvað, en þá yfirheyslan mér líka ég læt hana líka inn á netið og þá getur fólk séð að það nákvæmlega með sambærilegum hætti. Bara ein setning á þessum tíma byrja Jón Óttar að segja frá samskiptum sérstaks saksóknara og slitastjórnarinnar á þessari mínútu líkur að þeirri sögu, sko. Heyrum meira, hérna þú að segja frá því hvernig fjármálaeftirlitið og sérstakur saksóknari vinni bara sem einn maður gegn borgurum í landinu. Skulum heyra hvernig það hljómar. Við vorum ekki með neitt verklag. Hvernig við áttum að afhenda gögn? Eða hver mátti fá eins og skiptastjóri? Það voru engar innri verklagsreglur til þetta. Það var engin, til dæmis, starfsmaður með eitthvað ákveðið formlegt hlutverk. Til dæmis að einhver gatekeeper sem að allt inn í gegnum. Birgir Jónasson var nú mikið með afhendingar og gögnum í kaupþingsmálunum, í Glitnismálunum, og veit ég að enn í dag eru löggur hjá Glitnishópnum að fara út til einkaaðila út í bæ og athuga hvort að þeir geti hjálpaði með þessi opinberu rannsókn. Þannig að þetta rosalega óljóst og ég sé það náttúrulega mjög skýrt núna að allt of lítið form í kringum gagnaafhendingu og allt of lítið form í kringum samstarf opinbera aðila. Við erum að tala að einstaklingar þurfa að sitja undir því að FME og sérstakur saksóknari sé nánast sem einn maður á móti. FME situr og fær upplýsingar refsimálin, þeir fá aðstoð, gögn, tölvukerfi til að búa til kærurnar sem að síðan senda til sérstakar. Og ef það ekki rétt orðar, eins og kom fyrir hérna hjá Holmsteinni, þá lagar þær og sendir baka, senda þetta svona. Það verður miklu betra. Það alveg að hafa þetta bara sem eina stofnun. Sko, einmitt. Ég meina, auðvitað hægt að segja bara að þetta eru náttúrulega bara þín orð á þessum upptökum. Já. En þú ert að segja Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknara þetta og henni ber að rannsaka það nánar. Já, og málið það líka, fólk verður að hafa það í huga. Ef þetta væri lygi, myndu við segja henni það og hún myndi bara vera í hálfan dag að koma staði með því að ringi 2 menn og skoða tölvupósta. Þá framburður okkar og trúveruleiki gjörsamlega hrunin, sko. Þannig að hún kemst að fyrir niðurstöðu að hún ákveður sjálf að gera ekkert með þetta og raun og veru fella niður málið á hendur ykkur. Já. Sem augljóslega til þess að forða því að þetta verði að stórri opinberri krísu. Hún vill ekkert skoða eitt eða neitt. Hún vill ekkert skoða, því að þarna var ég að segja frá FME, aðstoð með rannsóknir, aðstoð með gögn. Það nú Heiðar Þór Guðnason sem hjá sérstökum sem að aðstofa með það. Allt þetta bendum við á þarna strax 2012 og ekkert af þessu skoðað, jafnvel þó að það minnsta mál í heimi. Öll þessi samskipti fór í gegnum tölvupósta af því að það datt engum í hug að þetta yrði eitthvað sem að skoða. En það var þetta aldrei skoða. Aðeins meira, næsta upptaka Guðmundur Haukur félaginn að segja frá hvernig þetta var unnið. Vorið, þetta var undan. Það var setið og unnið í ákærismíð, annars vegar á Rauðarstignum og hins vegar í Bergskundi. Að því komu Holmsteinn, Jón Árbjörn Snorrason og svo ég og Jón Óttar. En við náttúrulega komum ekki að því, við vorum náttúrulega bara að lýsa einhverjum. Við spilum ekki ákærur, rannsóknarlögreglumaður og í rauninni var þetta bara að vinna ákæra. En maður titillinn á þessu. Á þessu tímabilinu þá frá síðan þetta hefst og þannig sem þetta snöggmest. Ég bara, ég segja nei, ég held til, sko málið málið dregst, við erum alltaf, sko í rauninni, það eina sem eftir í málinu, það að leyfa þeim að snúa réttarstöðinni, leyfa þeim að tjáskar framkomi gögn, en síðan fór allur, eiginlega öll, megnið allir í vinnunni fór, spilið segja ykkur í frágangin í skjalagerðinni. Það var svona, við fórum pingulítið aðra leið heldur en venjulega farin, setjum hana upp eins og í dómi og það aðvinna fór í það og síðan það svona, það tekur langar tíma að pakka saman. Það sem að hann að tala þarna
í raun og veru það sem að skilt því sem að í raun og veru afleiðinga því sem að ég sagði þannig í byrjun varandi 2009 varandi söluna á þessum fræga Macau-turni þarna frá Sjóvá að því að í raunveruleikanum og það sem raunverulega gerðist var að veturinn 2011 fyrir 10-11 semst að voru mánuðin 2011 bara mjög snemma þá erum við Guðmundur Haukur búnir að í raun og veru rannsaka þetta svo kallega sjóvamál en við erum náttúrulega búnir að detta það sem að það verði náttúrulega að það sé búið að selja turnin tvisvar sko og þannig að við svo sem þannig sé að spyrja kongi eða prest sko við hringdum bara í þessa Kínverja sko spurðum það hvort þið vissu af þessu og heyrðu ekki hugmyndum þetta og voru fyrst sko algjörlega brjálaðir og hérna því að það sem hafi verið gert við þá var að þeir hefðu verið plataðir af slitastjórn og yfirvöldum á Íslandi til að kaupa eitthvað sem í raun og veru áttu fyrir minni mig eitthvað 600 milljónir sko og þeir sem voru þá gerendur í því voru þá hugsanlega starfsmenn slitastjórnar Glitnis og þannig að ég man alltaf við vorum síðan á kynningafundi með yfirmönnum sérstakssaksóknara hérna mjög snemma árið 2011 þar sem við förum yfir þetta sjóvamál og segjum að sko á þeim tímapunkti allavega vorum við búnir að staðsetja einhvers konar brot og það sé náttúrulega bara okkar skoðun ég er ekki að fullera eitt eða neitt hvort að það hefði gengið hjá dómstólum sko að salan á turninum 2008 sé brot en það sé líka eitthvað sem við þurfum að skoða að jafnvel að boða starfsmenn slitastjórnar Glitnis sem sakborninga til yfirheyrslu og þá standa yfirmennir upp og Hólmsteinn og fleiri og segja bara það kemur ekki til greina að þið fáið að boða slitastjórnarmenn hérna sem sakborninga og þá svona hugsuðu við þá nú lítið hægt að gera í þessu sjómáli þá hérna að því að þetta mun alltaf koma upp sko ef að við rannsökum þetta áfram út úr Sjóvá og inn í Vafning og þá stendur Jón H. B. Snorrason sem var á fundinum hann stendur upp og segir strákar þetta bara ekki rétt lögfræði hjá okkur það sem að máli náttúrulega að við getum bara sett þetta þannig upp að frumbrotið inn í Glitni lánið frá Glitni inn í Vafning og þá sögðum við Gummi báðir það gengur ekki, við erum búin að yfirheyra Lárus Velding og Guðmund Hjaltason sem bara vitni og ætlar að breyta þeim í sakborning núna á loka metrón og hann sagði já Hólmsteinn Gauti tekur undir þetta og þeir ákveða en það við gátum ekkert ákveðið svona að skrifa bara ákæru á hendur Lárusi Velding og Guðmundi Hjaltasinni vorið 2011 þegar það ekki eins og búið að yfirheyra það sem sakborninga sko allt byggt á vitnaskýrslunum þeirra og það sem að þið heyri sko Sigríði spurja Gummi þarna að henni náttúrulega bregður aftur sko og hún reynir einhvern veginn að klóra í bakkan og segja já, er þið ekki bara skilgreina sakarefni sko og þá svara Gummi eins og þið heyrið þannig að já, þetta er bara svona vinnu ákæra það var allt búið sko það var búið ekki, við vissum þetta allt eina sem átt eftir það var að snúa réttastöðunni á Lárus og Guðmund og í raun og veru pakka þessu máli Já, hérna þeir eru ekki yfirheyrðir sem sakborningar í þessu máli fyrir í september 2011 og þá þurftu við að láta líta út fyrir að það væri ákveðin tími alltaf að líða sko af því það er ekki að gefa út ákæru bara daginn eftir að þeir eru yfirheyrðir sem sakborningar þó ákæran hafi raun og veru löngu tilbúið sko þannig að þetta þarf að líta út fyrir að fylgja réttum ferlum sko og þetta er það sem að Gummi að segja þarna og þarna heyriru sko þarna segir þið svona býtum við, er ekki bara skilgreina sakarefnin nei, það var búið að því sko það var allt búið Já, hérna og það sem að
það sem að þetta og ég er líka með hljóðfæla af því þegar ég sem að það er ekki tími til að hlusta á þetta allt saman náttúrulega en það er þegar ég segi Sigríði Friðjóns frá því að Jón H. Snorrason sé þarna sem verktaki hann er aðstoð lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu öll þessi vinna er á vinnutíma þannig að þessi verktaki og hann rukkar milljónir fyrir þetta og verktakan hans snerist náttúrulega það að hann þurfti að skrifa ákærur. Hann var ráðgjafi, verktaki í að ráðleggja ákæru skrif. Sko. Þannig að á fundinu náttúrulega þegar hann sér að þetta er einhvern veginn að leika út í sandin þetta sjóamál, þá ertu með mann sem að hlusta þér á, sem er fjárhagslega hagsmuna því. Að þessu gefnur út ákærur á 2 borgara þessa lands. Og meira en lítið shaky. Já. Eða þú veist, þetta er náttúrulega ólögleg brot gagnvart þessum mönnum. Og við bendum, ég bendi Sigríði á þetta strax 2012. Og það er ekkert gert. Hann reyndar náttúrulega lauk sínum starfsferli hjá ríkissaksóknara bara í einhverju svona róliheita jobbi bara undir radar. Þetta er... Heldur þau að það hafi sem sagt vegna svona upplýsinga að þá hafi hann eitthvað svona verið svona trappaði niður eða? Spurði bara nokkura spurninga. Af hverju hætti Hólmsteinn að saksækja mál eftir vafningsmálið? Af hverju endaði Jón H. Snorrason það sem hann endar? Þetta er ekki rocket science til að sjá þetta. Og þetta er eitthvað sem við erum búin að benda á. Þetta er eitthvað sem hefur alveg þannig sé verið upp á borðum en ég hef aldrei getað sanna það að ég var búin að segja Sigríði þetta strax áður en að við bara í fyrstu yfirheyrslu. Við erum bara yfirheyrðir einu sinni. Við segjum bara allt í fyrstu yfirheyrslu. Bara allt. Já, og það er að hún geri ekkert með þetta það er bara það er raun og veru ótrúlegt og þýðir í raun að hennar staða er nú bara mjög heitt undir henni. Líka bara það að enn í dag er þetta fólk allt í sömu stöðu. Ólafur Þór Hauksson, Sigríður Friðjóns, Hulda María Stefánsdóttir, allt þetta fólk er þarna. Og til þess að svona koma með eina svona stutta sögu sem að sýnir þarna þetta minnisblað sem að við fengum hana óvart þarna hjá ríkissaksóknara í ágúst 2012. Ég var að biðja þetta minnisblað í allt sumar og er enn búin að vera að biðja það. Samkvæmt ríkissaksóknara er þetta minnisblað ekki til og hefur aldrei verið til. En þú fékkst það einhvers staðar? Ég er með þetta minnisblað. Hvernig fékkstu það? Í gagnaafhendingunni 2012 fyrir mistök. Við bara sögðum henni aldrei að við værum með þetta. Alveg rétt. Hún hélt að ég væri að reyna að blöffa eitthvað minnisblöð frá henni núna í sumar og haust. Þannig að ég sendi henni núna Sigríði bara fyrir nokkrum mánuðum þá sendi ég, ef þið eru enn að leita þessu minnisblað þá getið þið bara hætt því því að ég er með þetta. En neitunin stendur Þau eru búin að neita tilvist þessa minnisblaðs. Blað sem við afhentum sjálf. Hefur þú afhent lögreglunni á Selfossi í það? Eða? Nei. Þeir geta bara að downloada þessu eins og allir hinir. Já, einmitt. Og það þarf að hafa þetta alltaf gengilegt núna eftir þetta viðtal. Já. Að lokum, þú náttúrulega sagðir og það er þetta að heyra hvernig þú lýstir því greinilega skýrt að þú værir þið samvinnufúsir og værir tilbúin til að opna alla tölvupústa. Bara að heyra það brot líka í lokin. Síðan er það Jón.Óttar.ppp.is síðan er það Jón Óttar sérstakur eða sérsak eða sérstakur sérstakur. Ég held að það sé búið að skipta í sérsak. Ef þið viljið skoða póstin þá bara biðið mig það og ég sá opnað bara við ætlum að afhenda ykkur tölvupóstin og allt samskipt við grín og allt það. Þetta er fullkomið samin að við ætlum ekki að fela. Þetta eru ekkert að vera að vesast með að fá ykkur að úrskurða neitt eða við bara getum komið hvernig sem er. Það er ekkert hægt að eyða þessu, held ég. Þarna býður henni að fara í tölvupóstana þeirna og hún þurfi ekki að fá úrskurð en fékk hún einhvern veginn úrskurð eða fór hún í tölvupóstana þeirna? Nei, hún baði aldrei þetta. Samt er ég mjög skýr með það að hún mátti fara í hotmailið,
PPP, sérstakur saksóknari, hún hefði ekki þurft að biðja úrskurð eða neitt. Sko, Þannig að þó að Ólafur Þór Hauksson hafi verið búin að kæra þig fyrir að leka upplýsingum, gögnum og að vinna með ólögmyndum hætti með slitastofnum, að þá þegar þú býður sér í frumstættur að skoða alla tölvupóstana þína og opna það allt saman, að þá gerum það ekki, af því að það sem hún er búin að segja henni er nóg til þess að hún ákveður að þessu máli á bara íta undir teppi. Hún bara vill ekki skoða þetta. Málið það, og sko til að vera algjörlega sanngjarn, þá er í samantektinni yfirheyrslunni með mér, þá segir hún í samantektinni að ég hafi boðið þeim að skoða tölvupóstinn, en hún sleppir atriðinu að þið getur bara komið, þið þurfum engan úrskur sko. Það er náttúrulega aðalatrið og þannig að sko henni stóðu allar dyr opnar 2012 til þess að kafa hann í þessa tölvupósta. Þá hefum við séð í tölvupóstunum hjá okkur í PPP, samskiptin eins og við vorum að tala áðan. Þá hefum við séð hjá sérstökum og PPP, þá hefum við séð samskiptin við skiptastjóra Mælstón. Bara eins og að þið voru. Hún kom aldrei. Hún bað aldrei þetta. Ótrúlegt, af því að hún var að rannsaka ætluð brot. Hún átti að biðja með í þessari yfirheyrslu lykilorðin. Hún átti bara að segja, herri, já, við skulum bara ná í tölvu og bara núna opnar þetta og við skoðum þetta bara. Það stóð alltaf til boða eins og þið heyrið. Hún bara hafði engan áhuga á því. Þetta áhugaleysi og aðgerðarleysi hennar segir ótrúlega mikið í raun og veru, það ekki? Að þarna hefur verið ákveðið að þetta verið of viðkvæm mál til þess að hreyfa frekar við þeim. Sko, ef þetta var bara eitthvað lygi, eitthvað geðveikis raus í mér og Gumma, þá hefði hún bara getað séð þetta strax, þetta væri þá bara eitthvað slíkt sko. Og hún hefði haldið áfram með og það hefur gefið út ákæra á hendur ykkur og það hefur verið sýnt fram á hvernig þið verður bara að ljúga þessu, þetta verður ekki satt. En ef að við, það er ótrúlegt að það hefur, það var einhvern veginn, maður mann eftir því, sko, þið eru gerðir að svona, já má segja, þú veist, þið eru rotin epli innan lögreglunar, fáið með skömm á ykkur kæru og kastað út, en síðan þegar málið er fellt niður og svona, þá er engar svona nægilega skýringar. Almenningur fær ekkert að vita af hverju, það er bara svona haldið áfram með einhvern veginn að það einhvern veginn hafi ekki tekist að sanna þetta á ykkur en þið væru samt rotin epli. Sko, það tókst ekki að sanna neitt á okkur, ekki, sko, samvinna okkar var 100% eins og þú heyrir og eins og allir heyra sem að hlusta bara á allar þessar upptökur, sko. Þetta eru örugglega 5 klukkutímar eða eitthvað, sko. Að það er ekkert verið að reyna að fela neitt, sko. Þannig að, og eftir að við löpum hana út, að, sko, þetta tekið bara upp á eitt diktafón, hann er bara svona nálægt mér, Sigríður situr þarna. Já, það er því miður óskýrt, að það heyrist best það sem að þið segið. Að því að hann er beint fyrir framan okkur, sko. En upptakar er náttúrulega upptaka af upptöku, þannig að þessi gögn er þarna, en þarna ég trúi alltaf að þessar upptöku skemmist núna á næstu vikum, þannig í geymslum hjá Ríkissaksóknara. Já, þá allan vitum við alveg af hverju það myndi hafa gerst. Já. Eða svo byrjundir. En þetta er ótrúlega áhugavert. En núna sem sagt, það er verið að rannsaka þig aftur og PPP og þessi gögn eru öll til en það spurning hvort að lögreglan fái þau. Já. Ég meina þegar að fólk sér og heyrir þetta þá hlýtur þetta mála falla allt sjálfsög og reynar og beinast á spjótin að öðrum heldur en ykkur Gumma. Já, sko, það verður líka að hafa það í huga að ég sitt náttúrulega undir því núna að vera rannsakaðar af lögreglunum á Suðurlandi sem eru fínir lögreglumenn, það vantar ekkert upp á það, en þeir eru náttúrulega að rannsaka kæru sem er send af Sigríði til þeirra eftir að hún tekur hana frá Ólafi Þór Hauksinni, sko. Þannig að, sko, ég er náttúrulega sitt undir þeirri pressu í raun og veru að fólki sem er í raun og veru að rannsaka mig er þetta fólk sem að er í raun og veru búið að vera að hilma yfir hlutina í 1,5 áratug. Þannig að, sko, og þess vegna er best fyrir þig að greina frá þessu í viðtali eins og þessu frekar en að vera svara þessu í einhverjum lögregluyfirheyrslum. Algjörlega.
að því að sko við erum nú alveg búin að sjá það að segja þetta í lögregluyfirheyrslum virðist nú ekki duga sko því að þarna það ratar ekkert allt í þær sko þannig að og svo staðan núna að þá á grundvelli náttúrulega allt sem hefur komið fyrir síðustu rúmlega 10 ár þá náttúrulega verkefni næsta árs náttúrulega strax í janúar það að setja fram kröfu hjá Héraðsdómi Reykjavíkur á Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari bara hætti að rannsaka mig eins og í tengslu við þetta Namibíumál maðurinn gæti ekki verið vanhæfari sko og hvort að það tengist alveg yfir í Sigríði og ríkissaksóknara það veit ég ekki en svo það hitt sem ég ætla ekki að gleyma og það eftir að ég sá náttúrulega hvernig Helgi Seljan í raun og veru enn og aftur að reyna að búa til eitthvað mál á mig hafandi haft þessi gögn í 5 ár láta lít út fyrir að þau séu bara nýkomin í hans hendur að þá ætla ég bara að kæra hann aftur fyrir í raun og veru þessar röngu sakagiftir 2021 þegar hann var að kæra mig fyrir að vera einhver eldirhellir og alltaf fyrir utan heimila sko. Þú kærið það á sínum tíma? Nei, ég hef aldrei gert það. Nei, ok. Þetta orðið gott sko. Já, þetta bara algjörlega orðið gott. Þessi menn verða bara að hætta. Ég skil þig. En menn spyrja sig þetta sko, að þú ætlar að kæra Ólaf Þór ég er að gera kröfu að Héraðsdómur kröfu að hann hvað á hann að hann hætti og fellir niður rannsókn á mig sko. En þá spyr almenningur sig eðlilega býtu, af hverju hefur eitthvað að fela þar í þessu Namibíumáli, af hverju vilt að hann hætta að rannsaka þig? Ég hef ekkert að fela þar frekar en í þessu en það sem að ég get náttúrulega illa setið undir því að maður sem svona greinilega með illan hug gagnvart mér siti núna á Skúlagötu 17 með máli mitt fyrir fram að sig og ætlar að ákveða það hvort að ég verði ákærður eða ekki. Já, fólk verður að hafa það í huga að það ekkert grín að Ég ekkert búin að vera platan. Ég sagði þeim 2021 þið eru vanhæfi til að rannsaka mig. Þið gerðu ekkert þá. Þá áttu þið bara að segja, já, ok, fyrirgefðu Jón, við látum það bara lögregluna á Akureyri eða Suðurlandi sjá rannsóknina á þér. Já. Til þess að almenningur átti sá, það ótækt að almenningur lendi í því að opinbert vald sem að hafi persónulega horn í síðu einhvers geti beitt sér gegn þeim aðila á grundvelli embættisins. Alveg eins og það. Að Grímur Grímsson sem að þoldi ekki Jón Ásgeir Jónasson 2010 var í þeirri stöðu að geta tekið ákvarðanir hvað kom fyrir þann mann með það hugafar þá ég í nákvæmlega sömu stöðu gagnvart Ólafur Þór Hauksinni og Sigríði Fríðjónsdóttur. Það náttúrulega hentar þeim best bara hreinlega bara að maður bara hverfi sko. Það ekkert flókið. Það verður fróðlegt að sjá. Það nefnilega svo oft sem að það verður ekkert úr málum þó að upplýsingar komið fram. Manni finnst eins og þessar upplýsingar sem þú ert með hér séu þess eðlis að bæði Ólafur Þór Hauksson og Sigríður Fríðjónsdóttir hljóti að verða bara að taka pókann sinn. Þau þurfa allavega að svara af spurningum. Sko, það þýðir ekki bara að stinga hausnum í sandin og láta eins og þetta hafi ekki gerst. Þetta eru bara gögn sem að eru sannarlega frá því fyrir 13 árum. Þetta bara sönnun fyrir því hvaða vitneskja var fyrir hendi og hvaða rannsóknar möguleikar voru þá sem voru ekki nýttir. Alveg eins og marga hefur náttúrulega grunað í samfélaginu öll þessi ár. Nákvæmlega. Jón Óttar Ólafsson, ég vil þakka þér aftur kærlega fyrir að koma hérna. Takk fyrir að hafa mig. Við sjáum hvað verður gert með þessar upplýsingar þegar þetta fer út. En þú ætlar að setja gögnin á netið. Já. Við setjum eitthvað link á það inn á broadcast-síðuna við viðtalið og svona. Þakka þér aftur kærlega og gangi þér vel með allt sem þú ert að gera.